Mamma, kakan ekki vera til? Ingibjörg, þátturinn Vestur Húnvetningar að byrja. Húnvettlinga? Eru það prjónavettlingar að hurðar húnna? Aron, Vestur Húnavasýsla. Hvað fékkst þú eiginlega í landafræði? Þín. Vestur? Það ekki á Snæfellsnesi? Nei, Sara mín, þetta ekki á Snæfellsnesi. Þetta á leiðinu norður. Norður? Býtu, hvernig getur vestur eitthvað að vera á leiðinu norður? Aron, þarftu að fara á klippingu, sjá. Ingibjörg, hvernig með Hallþóruna? Þátturinn að byrja. Almáttugur, haldið að rjómi sig ekki orðinar smjöri. Oj! Ég vissi við hefum átt að panta pítsu. Mamma, þú breytir þessu bara í smjörköku. Fóstjórum minn þarna norðan. Sama bæ og Grettir Sterki, Bjarg í Miðfirði. Grettir Sterki? Heyrðu, það var hann sem notaði hérna hestaklórun á baki á pappa sínum í guðbæði. Hann ætlaði að fara á klórunum og þá bara tók hann allt skinnið á honum. Oj! Mamma þinn fórum hann í Laxeinu sinni í Miðfjörðunum, mástu? Ballið á eftir. Já, hvort ég maður. Fjör. Gjörðu þið svo vel. Er þetta smjörkaka? Hvað þið báðuð þetta? Herðu þig. Sérðu það? Hvað borgaður eftir strákanum fyrir að framleggja ballið? 70.000 krónur, Ingibjörg, þú veist það. 70.000? Býtu, pabbi, er ekki allt í lagi með þig? Fyrir eitt skitið ball? Veistu hvað er hægt að kaupa fyrir 70 skall? 60 pítsur. Og 10 barbjús. 40 geisladiska. Heyrðu Davíð, hvað hét aftur strákarnir hann að sætu í ljónsveitinni? Skúli og Marino, Ingibjörg. Ágætu áhorfendur, okkur sjónvarpsmönnum er sannarlega heiður af því að fá að vera með ykkur hér í kvöld í Vestur Húnavasýslu. Er ekki gott að vera í sveitinni? Jú! 3, 4! Og við bjóðum velkomin stjórnanda þáttarins gest Einar Jónasson. Gjörðu þið svo vel og gefum honum gott skap! Velkomin gestur! Já, takk. Ég þakka ykkur kærlega fyrir. Ég hef nú aldrei fengið svona frábæra móttöku. En við erum komin á stað enn einu sinni í Teitingi og við erum búin að fara þess og krussum landi. Við byrjuðum á Húsavík, fórum til Ísafjarðar, fórum svo til Egilsstaða, erum svo komin hingað og við mættumst á miðri leið. Ég bý á Akureyri og allt hitt liðið býr Reykjavík, við ákváðum að hittast í Hrútafirði. Og við erum í Staðarskála, nánar tiltekið, í litlu, fallegu hóteli sem að kallast Staðarflöt og þar ætlum við að skemmta okkur í huggulega heitum í kertaljós eins og það best getur verið. En við skulum aðeins líta á það sem að heimamenn ætla að bjóða upp á. Já, það er einsöngur og já, það eru margir sem syngja líka. Við ætlum að sýna hér matargatið sem er mjög sérstakt eftir sem þið best veit. Lyktin er þegar farin að berast til okkar. Það á að segja lygasögu, mér skilst þeir séu sterkir í því hér á þessu svæði. Og þá er ég ekki bara við Húnvetninga, heldur sérstaklega Vestur Húnvetninga. Kórsöngur að sjálfsögðu. Hér er mesta gróska í kórsöng held ég norðan Alpafjalla. Og það kemur hér hagyrðingur og ætlar að skella okkur vísu. Það verður gerð örlítil kynlífskönnun rúmtaks. Það er búið að taka hana upp. Hún var gerð í sumar þessi upptaka, þannig að það þýðir ekkert að breyta henni. Magnús, við ákváðum það, mætast hér að miðri leið. Já, það var sérstaklega ánægjulegt að sjá þið koma hérna. Keyrandi á löglegum hraða. Já. Segðu mér hverjir spila með þér í kvöld. Já, það er frá Akureyri. Nú? Já, Halldór Gunnlaugur Hauksson, Halligull á trommur. Hefur ekki gefið honum gott lag? Og úr Garðabænum,
Hallberg Svavarsson á bassa. Já. Það náttúrulega alveg með ólíkindum að... Hvað er að skeið hérna? Fyrirgeðu, við erum að byrja þáttinn. Hvaða allt fólk er þetta? Já, ég veit ekki betur Bára hafa sagt okkur að þrífa hérna í kvöld. Hvað erum að vera hérna? Heyrðu, á hvaða tíma eru þið beðnar að þrífa? Hvaða maður er þetta? Er þetta ekki gesturinn? Jú, þetta er gesturinn. Er þetta gestur Einar? Já! Byrjum hann að taka fyrir okkur óskalag. Eitthvað með Lóu þrælónum. Sérstaklega Eyjólfur. Stórkur, Já, mér finnst nú Víðir sætari. Nei, mér finnst Eyjólfur sætari. Já, mér er alveg saman. Hann er greinilega ekkert á þeim buxunum að gera neitt fyrir okkur hérna. Hver veit? Ég held að við ættum nú bara að halda okkur að þrífa annar staðar. Eitt get ég sagt ykkur, ég skal spila fyrir ykkur óskalag, þið verða að senda mér upplýsingar um það í faxtækinu. Já, við gerum það. Þið gerum það. Er fax hér á þessu svæði? Já, þau eru tæknivægt. Mér eru þótt þetta hús svo yndislegt og fallegt og hreint að ég held að þyrfti ekkert að þrífa það meira. Ég ætlaði að fara að líta á þetta hérna viljiði, ég segi ekkert annað en nammi. Þetta er ævintýralegt, en ég hef aldrei séð fólk taka fallega náttúruperlu og setja hérna á tertu. Hvítserkur er komin hér með öllu því sem að tilheyrir. En það er svolítið merkilegt með það þegar maður er á ferð hér á þessum stað að maður fer mjög hratt í gegn. Ef ég fer þessa leið þá er ég hérna á löglegum hraða í gegn. Og við skulum líta á hvernig svona venjuleg íslensk fjölskylda, við getum kallað hana bara malbikinu, skoðar eða ferðast í gegnum Vestur Húnavatnssýslu. Við erum stödd í Hrútafirði. Nær allir Íslendingar hafa komið í Vestur Húnavatnssýslu. Að sunnan koma ferðamenn yfir Holtavörðuheiði og heilu fjölskyldunar aka á þeytingshraða fram hjá afleggjaranum að Hveraborg. Flestir hægja þá á sér og stansa í Staðarskála til að fá sér í svanginn. Staðarskáli er þekktasti áfangastaður sýslunnar enda er það rekin umfangsmikil ferðaþjónusta. Áfram heldur ferðafjölskyldan sem hraðast, fram hjá veginum að Hrútafjarðarhálsi með sínum einstæða fuglalífi og fram hjá Reykjaskóla og Reykjum þar sem að byggðasafn Húnvetninga og strandamanna er til húsa. Þar er meðal sýningagripa eina hákarlaveiðiskip Íslendinga sem varðveist hefur. Áfram er haldið fram hjá fjöru og fuglalífi í Hegstaðanesi og hinum sögufræga Miðfirði þar sem að Grettir ólst upp og Hjómann og Annan og Vatnsendarósa bar beinin. Í Miðfirði eru einnig góðar laxveiðiár, ótal fengsal veiðivötn og vinalega þorpið Laugabakki þar sem að leið liggur til náttúruperlunar Arnarvatnsheiðar. Hvammstangi sést ekki frá þjóðveginum svo fæstum dettur í hug að taka sér 6 km krók. Þar með missa þeir að því að dýfa sér í góða laug, tjalda í friðsælum Hvammi, skoða einstæða verslunarminjasýningu og kynnast áhugaverðu mannlífi. Hinar fjölmörgu náttúruperlur Vatnsnes lætur ferðafjölskyldan fram hjá sér fara. Hún kynnist ekki selalátrónum í Hindisvík, né hinu sérstaka Hvítserk eða Hamarsrétt. Á Vatnsnesi var líka sögusvið Illugastaðamorðana. Bensínið á tankinum eyðist fljótt á þessum hraða svo gott er að eiga þjónustuna í Víðigerði að. Ekki er dýrmætum tíma eitt í að skoða Víðidal, Kolugljúfur eða fjölmarga fallega fossa. Áfram með þotið fram hjá einum merkustu fornminnum Íslendinga í Borgarvirki og fengsalum veiðivötnum Vesturhóps. Flas er aldrei til fagnaðar. Allt í einu er þeytingsferðafjölskyldan stöðuð að vöskum lagana verði. Lögreglan í Húnavatnssýslu er þekkt fyrir virt hraðaeftirlit og nútímaleg vinnubrögð enda taka þeir greiðslukort vegna hraðasekta. Fjölskyldan okkar græddi þó eitt á stoppinu og sektinni. Það opnaði auguna fyrir því að líklega hefðu þau farið of hratt yfir og mist af miklu. Þau ákveða því að snúa við og skoða sig betur í Vestur Húnavatnssýslu. Við viljum einnig bjóða þér og þinni fjölskyldu að slást í för með okkur og fræðast svæði sem flestum Íslendingum er með öllu ókunnugt. En lítu nú aftur inn í gistiheimili á Staðarflöt til gests Einars Jónassonar þar sem staldra verður stund og ekkert látið fram hjá sér fara. Þá höfðu séð þessa myndir og þannig fórum sjóferð þá. Það er eins gott að fara varlega í gegnum þessa sýslu. Hér er komin viðmælandi okkar, athafnamaður mikill, hefur unnið ýmiss konar störf. Hefur verið í alls konar atvinnur, rekstri og er það reyndar ennþá. Rekur ráðgjafa og bókhaldsþjónustu. Ég geti talið náttúrulega upp miklu meira. Hann hingað kominn Karl Sigurgeirsson. Kalli! Aldrei séu móttökur. Flott. Svona er alltaf hérna í Vestur Húnavatnssýslu. Já, mér sýndist á löggunni á hann. Já, það sér kapitúlið sko. Er það rétt? Fyrsta löggan á landinu til að taka vísagreiðslur. Já, akkurat. Fyrsta löggan á landinu sem er hörða á hraðaakstri og tekur vísakort. Er það rétt? Já. Og hvernig líkar ykkur það? Eru þið tekin hér á þessu sveiði? Þeir sem að lendi í þessu náttúrulega ánæði. Ég þarf ekki að kvarta. Nei. Til það frá.
En þú ert hingað komin að ég baði að koma hingað vegna þess að ég vil fá þig sem húnvetning til að lýsa þessum þjóðflokki sem eru húnvetningar. Og ég ætla ekki að gera greinarmun í upphafi á vestur og austur húnvetningum, ég veit að þið viljið hafa hann mikinn, en húnvetningar, til einhver samnefnari? Já, ég hugsa það sko. Glaðsinna fólk, félagslynd. Munurinn á austur- og vesturhúnvetningum náttúrulega sá að við erum hóværari hérna. Við til dæmis lofum austurhúnvetningum að hafa kaupfélag húnvetninga, við höfum kaupfélag vesturhúnvetninga. Við lofum þeim að hafa sýslumanninn, til dæmis. Já. Við fáum bara einu sinni í viku, eða kannski einu sinni í mánuði. Það er kannski alveg nóg. Alveg nóg fyrir okkur. Já, verður það ekki? Eru þið nokkuð viðkvæmi fyrir svona gömlum sögum sem að gengið hafa sauða, þjófnað og annað slíkt? Alls ekki. Nei. Sjálfsbjargarviðreitni alveg bara í funksjón, til dæmis. Og ennþá kannski? Já, kynna vera sko. Já. Þetta er náttúrulega kóti, brenglar allt svona verðmætaskinn og þá... En á þetta við þessi sauðaþjófnaður og þetta grín sem er í gangi, á þetta við báðar sýslunar eða íbúa beggja sýsluna? Ég held að það sé nú meira austur frá sko. Ég heyri að það þýðir ekkert að tala um þetta sem eina heild. Þú verður þá bara að fara að lýsa þessu almennlega. Vestur húnvetningar, við erum hér á þessum fallega stað. Hvernig eru þeir? Já, eins og ég sagði það, þeir eru samnefnarnir fyrir húnvetninga. Það er glaðsinna félagslynd. Vesturhúnvetningar er kannski svolítið svona passífir, þú segir, svona varkárir. Já. Já, lukkunna fótum sem forráð. En gott á milli. Austur-vestur. En skiptið þessu samt að milli innan ykkar svæðis, Hrútfirðingar og Vídalingar og þess áttar? Já, miðfjörðurinn er náttúrulega í miðjunni, sko. Hitt eru svona útkjálkar, Vatnsnesið, Víðidalur og Hrútafjörður. Ég er miðfjörðunum, eins og veist. Teljið þetta kannski meira sem sérstætt menningarsvæði? Nei, það myndi ég ekki telja. Þetta er nú samgöngulega mjög auðvelt hérað og hérna við reynum að hafa samvinnu mjög margar hluti en samt sem áður vildi nú enginn saminast þegar að sammenningar öflin réðu hér ríkjum. Já, við skulum aðeins líta á lítinn hlut hér sem eru auglýsingar. Ég ætla ekkert að útskýra þess sérstaklega, við sjáum bara þessa auglýsingu. Þetta kalla þeir fyrir sunnan very sexy og prýðilegt lambakjöt. Very sexy læri. Má ég þá frekar biðja gamla góða heimaslátraða lambakjöt? Eggert Granni, þarftu endilega að draga lömbin út í miðjan fjóshauginn áður þú skýtur þau? Já, ég veit að það er auðveldar að hitta þegar þau eru föst í haugnum, en þau verða svo helvíti skítug. Eggert Granni er að slátra. Sem sagt, má ég þá heldur biðja gamla góða heimaslátraða fjallalambið, beint úr fjóshaugnum. Það kallast fjallalamb vegna þess að fjóshaugurinn er svo fjallhár. En nú skulum við bera saman þetta hérna very sexy og almennlegt heimaslátrað Eggert Granni. Ertu ekki að verða búin að ná helvíti slærinu af? Hérna kemur augið. Þetta er Eggert Granni. Við slátrum saman grannarnir. En nú skulum við bera saman þetta hérna úrvals heimaslátraða kjöt og þetta verðlagshefta miðstýrða pjattrófu kjöt. Very sexy. Nei, rennið norður í land og fáið ykkur frjálst, óháð og vistvænt lambakjöt í náttúrulegum umbúðum. Heima slátrað hentar best. Húnvesk eru gæðin mest. Hingað fengið höfum gest. Hann fær kinda Búkarest.
Very sexy lambakjöt sem er af heimastlátröðu. Borðað þú svona kjöt? Já, ágætis kjöt, lambakjöt. Já, hvort var það? Í plastumbúðunum eða hinumbúðunum? Hvort tvekja? Já. Mjög gott. Það verður til smekk. Leðum mér að sjá hana miða, þú er búin að væplast með hana miða frá því að komst hingað þín. Hvað ertu með? Þetta er hérna afskaplega dýrmætu miði. Já. Mér skilst að ég sá ekki því miður ágætast þátt frá Þingeyingum, fyrsta þáttuðinn. Á Húsavík. Og þar hérna var sneitt að okkur húnvetningum, eitthvað á þá leið að við þættumst vera það sem Þingeyingar væru og kunningi vill senda þeim Þingeyingum kveðju. Þótt vindgangur sé æði oft aðall Þingeyinga, þá hefur aldrei þarflaust loft þjakað húnvetninga. Jæja, þannig fórum það. Við stöndum fast á okkar. Já, þetta var ágætt, en við þurfum þá kannski að hafa annan þátt á Húsavík til að geta fengið svarið. Þeir sendu okkur bara svarið. En Karl, við skulum fá okkur hérna tónlist, fallega tónlist og líta aðeins á menninguna. Þetta er Eggert Antonsson sem er söngvari. Elínborg Sigurgeirsdóttir leikur á píanó. Þetta er lag sem heitir Mig dreymir eftir Guðmund S.T. Sigursson, þar að segja lagið. Textin er eftir Valdimar Lárusson. Og við skulum fá þetta listafólk til að skemmt okkur. Mig dreymir oft daga jafnt sem nætur. Í djúpri kyrrð þú gangir mér við hlið. Þú sem í hugan fæðast ljóð mín lætur. Ljóð sem eiga að treyst og styrkja frið. Því hvað er brýnn í þessum hljóða heimi en hönd útrétt sem eflir bróður þel. Að hver og einn þau búðor Guðsins geymi og gefar kærleik þá er unnið vel. Því eflaust margan þessa drauma dreymir, þó draumar slíkir hafi sjaldan ræst. Því elfur tíman stöðugt áfram streymir, til strandar þar sem úr því skorið fæst. Hvort eitthvað gæti unnist meir og betur, ef aðeins kærleikanum væri beitt. Sú hugsun ugglaust gæfu muninn getur, gert og öllu lífi tilgang veitt. Það er svo margt í þessum hrjúfa heimi sem hugan glepur bæði nótt og dag. Frá öllu því sem Guð vill að hver geymi geti snúið manneskjunn í hag. Með beygðum þjá og bænarstaf í hendi, þess byggjum öll af heitri þakkar gjörð, að almættið af visku sinni verndi, vel og lengi mannkinn allt á jörð. Karl, þetta var ljúft. Þegar þú varst fenginn í hérna þátt, þá skilst mér að þú hefði neitað að taka þátt í þessu nema systir þín fengi að spila píanó, er það rétt? Já, sjálfsögðu. Já, er það? Já. Eru fleiri ættinga inni sem að taka þátt í þessu hjá okkur í kvöld? Fullt af þeim. Já. Allavega þá í sal sem áhorfendur í það minnsta. Já, en menningin á þessu svæði. Það er hvergi á landinu held ég það sem er eins margir kórar eins og eru hér á þessu svæði. Það eru 1400 mann sem búa hérna og ég held að séu 1385 í kór. Já, það verður náttúrulega verið einhver til að hlusta, sko, en það verður alveg nóg að það sé þessir bara... Þessum metrir eru? Já, þessir 15 metrir eru. En það er rétt að það er mikið kóralíf hérna og ég er
já, við erum stoltir af því hérna Vesturlendingar að hvað fólk tekur þátt í söng. Það eru sungið við 5 kirkjukórum á segja, eða 4 eða 5. Það karlakór og það kvennakór og það er öflugur tónlistaskóli og svo náttúrulega alls konar sönglífi kringum Þorrablótin. En menn syngja nú ekki mikið í réttunum. Þið meiri söngvari heldur en Skagfirðingar? Já, við syngjum mikið og ég hugga að við getum vel sungið betur. Meðan við æfum okkur þá skulum við líta hér á atriði sem að kallast matargatið. Ég held að ég hafi svo sem enga merkilega útskýringu aðra en þá að þarna á að blanda saman nútíð og fortíð í matargerð. Gjörðu þið svo vel. Gott kvöld. Við félagarnir bjóðum ykkur velkomin í Þorragatið. Við ætlum að baka hér íslenska þjóðlega rétt, svo kallaða þorraböku. Já, pizzur eru afar vinsælar hjá unglingunum í dag, en við ætlum að baka þetta á okkar hætti, svo fullorðna fólki geti borðað þetta. Já, við erum hérna með óbakaða pizzu. Nú við byrjum á því að dreifa smá í þessa landarlög yfir hérna. Jú, það er hægt að notast við brennivíni landir ekki til. Við förum nú frekar sparlega með drikkin því að við þurfum að hafa eitthvað bökur nú eftir. Nú, svo þurfum við að skreita hana og við skreitum hana hérna með... Já, við förum frekar frjálslega með þetta. Og blómur. Hundur í geta þessu alkohólu fyrst. Nú, svo höfum við hérna millilegra konfis, ég kalla nú frekar svona, ég kalla húspunga á gamla og góða vísu. Dreifum þessu svona frjálslega yfir og bragðbætum þetta. Ekki spara pungana félagi því þeir auka kyngetuna, sko. Tala þá sem reynsluna hefur. Nú, síðan erum við hér með súra lundabakka og við skellum þeim hérna svona yfir. Og bringukollin líka. Já, bringukoll. Það er svo. Nú, og ekki möguleika Fáðu þetta fyrst. Ekki möguleika sjá á handjunu, við erum hér með fínt saxaðan harfisk. Skellum honum hérna vel yfir, það sem er pláss fyrir hann. Mér er alltaf illa við harfiski þegar ég átt síðustu þorraböku. Þú voru bara að frikka við þetta, Vinni. Já, og hérna erum við með hónkislæri. Við erum búin að sneiða hérna niður í svona betarins, þetta er betri en nokkuð peppar og núna þetta. Hundurinn fær nóg, sko. Já, við skulum bara setja þetta örlítið meiri bítu þá. Já, svo þurfum við að líma þetta allt saman og til þess notum við að sjálfsögðu Hvammstangaost, þennan með rauðuskorpunni. Nú og svo bara vökum við þetta aðeins með landa svo til bragðbætis. Nú, þá er nú bakar svona í næstu í nefndi tilbúin. Og svo er best að baka þetta í gamalli kolaeldavél. Já, og ekki megum við gleyma höfuðskrautunu. Sjáum við í svipinn. Og þá er ekkert annað að gera en að baka þetta í svona 20 mínútur. Svo drekkum við náttúrulega með þessu bara mesu og landa. Hver alls skoti. Já, það er ýmislegt reynt, það er eitt sem víst. Karl, heldur þetta sé kannski möguleiki fyrir svona heimavinnu á sveitabílum þegar farið að skera niður kvóta og bændur hafi ekki nóg? Þetta er mikill möguleiki, það er svo spurning hvort einhver kaupir framleiðsluna, það þori ég ekki að fullyrða. Máli var að þeir höfðu óskaplega lítinn tíma í rauninni til þess að raða til dæmis hákallinum og hangkjötinu og ná þetta. Já, útlitið var náttúrulega ekki mjög sérmyrrandi, sko. Nei. En bændum fækkar, alveg sér á þessu svæði eins og annar stað, hvað er til ráða? Eitthvað þurfa menn að vinna. Já, það er ljóst að það er erfitt með þessa frumframleiðslu, það er að segja mjólkur og sérstaklega sauðfjárframleiðsluna og við hefum hér brugðist við í Vestur-Húnasýslu með að stofna svona atvinnuþróunarfélag, hagfélag, sem að er ætlað til þess að styrkja fólki að reyna að finna önnur atvinnutækifæri. Og hjálpið bændum í því? Já, sjálfsögðu bændum sem öðrum. Já, eru þið tilbúnir að er ekki svolítið skrítið að kannski að taka bónda af jörð sinni og senda hann í rækju eða fisk eða eitthvað slíkt? Gengur það? Það gengur sjálfsögðu ekki að taka einn en einn úr ákveðnu hlutverki og færi annað. Hann verður að vilja gera það sjálfur en menn neyðast til því miður. Leitaði til ykkar? Já, þeir leita til. Og þið duglegir að finna eitthvað út? Það
gengur nú kannski svolítið erfiðlega en samt sem áður reynt allt hvað hægt og sumt gengur upp. En þá það meiri tónlist. Við höldum okkur við tónlistina, þeir eru svo tónelskir hér á þessu svæði. Nú koma hér 2 ungir húnvetningar. Þeir voru að vísu sóttir söður, það vil nú þannig til að fólk það leitar í skóla en það kemur í heimahagana og það var farið og náði ungt fólk. Hann söng Júdasar hlutverkið í Superstar í Borgarleikhúsinu á móti Stefáni Hilmarsinni. Hún sigraði í söngvakeppni framhaldsskóla í fyrra. Það eru Þór Breiðfjörð og Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir. Hvað á maður að segja eftir svona glæsilega framistöðu ungs listafólks úr Vestur Húnavatnssýslu? Ég var að segja Jennifer Burns og Joe Cocker, Vestur Húnavatnssýslu. Nei, kannski ekki. Hún frá Dæli og hann úr Reykjavík. En við kynnum til sögunar nýjan gest til að spjalla. Það ferðamála fulltrúi staðarins, fulltrúi sýslunar, Sigríður Gróa Þóranesdóttir með aðsetur á Hvammstanga.
Hún er frá Þóroddsstöðum, þar sem þeir tóku veðri, þeir hættu, það var alltaf úrkoma í grennd. Þannig að, vertu velkomin. Þakka þér. Þetta var létt. Ferðamálin, hæfatir, ífatir, allalla. Þetta hætti ekki vel á mótið. Þetta er svo söngelst fólk, það getur ekki setið á sér. Má ég spyrja til að byrja með, er nauðsynlegt á svona stað og kannski fleirum, er nauðsynlegt að hafa ferðamálafulltrúa starfandi? Ég myndi að telja því að, já, tvímannalaust. Þú ert búin að læra þetta? Já, þannig ég verð nú haldið upp áriðið fyrir stéttina. Má ég byrja á stóri spurningu, hvað hafið þið upp á að bjóða hér á þessu svæði? Það er nú meira heldur en margur heldur, skal ég segja, gestur. En það sem við höfum lagt langmesta áherslu á er annars vegar útivistin og hins vegar sagan. Nú, útivistinni þá getum við til dæmis byrjað allir í veiðinni. Á þessu svæði er mjög mikið af vötnum og góðum laxveiðiám. Dýrum? Það fyrir nú eftir gildi hversu eins og verðgildi hversu eins. En silungsveiði leyfi vötnunum er á færi hver sem en það er þá mjög vinsælt fjölskyldusport. Og það er ekki bara hér í nágrinu, það er bara hérna út um það er bara út um allar. Já, það er út um allar heiðar. Arnarvatnsheiði, hún er til dæmis tilheyra stóru hluta þessari sýslu og þar eru nú vötnin óteljandi. En einnig eru vötn svona út við sjóinn og inn til dala og alls þar á milli. Ég spyrði stóra spurningar aftur og eftir, en eins og vorum að tala og kom fram hérna í kynningunni hjá okkur í upphafi, að fólk það bara rennir á löglegum hraða, ég held því fram, í gegnum Vestur-Húnavatnssýslu og Austur-Sýsluna jafnvel líka. Hefur lært að stoppa fólkið? Það er ýmislegt sem við erum að gera til þess. Og þessi kynning á afþreyingunni, veiðinni og hestamennskunni, menn ekki glemma hestamennskunni, þetta er nú mikið hestamanna hér. Það stendur á gömlum verk og við bjóðum upp á mikið að ansi skemmtilegum hestaferðum og enda henda landslagi hérna í sýslunni mjög vel til útreða. Grösur, heiðirnar. Ásar og hæðir og svona? Já, og vötn, það er nú mjög skemmtilegt að ríða vötnin. Er þið þá vatnahestum í því eða? Það eru ekki alls þar svo djúp, en það er líka hægt að fara sundreið og það er mjög skemmtilega og glemmileg reynsla að ríða til dæmis yfir Sigríðarstaðavatn eða Hópið. Eigum við að taka þennan stað, þar sem við erum núna, þetta er svona, já þetta eru gatnamót, vegamót. Það er norður, suður og vesturum og allt, við erum hér í Staðarskála. Hvað hafið það að bjóða þá hér? Er það hér sem þið hafið hestamennskuna og veiðivötninu og allt? Þau eru allt hérna í nágrenninu, en hérna er til dæmis mjög skemmtilegt og mjög gaman að fara í gönguferðir. Hérna upp á hálsuna, hérna upp á Hrútafjarðarhálsi mjög mikið fuglalíf og einnig er alveg upplagt að skreppa upp á Hveraborg og skella sér í náttúrulegt heitt bað. Nú eins og það sagði, það erum við hérna á krossgötum vesturs, norður og suður og upplagt að nota þennan stað hérna Staðarskála sem miðstöð til að ferðast nágrenni héruðin. Skella sér í dagsferðir. Nú ætla ég að kynna ykkur og ykkur líka og ykkur hér í salnum svolítið sem búið að kanna. Það var náttúrulega gert í sumar, það hefur komið fram áður. Þetta er óskaplega viðkvæmt mál fyrir fólki, ég skil það ekki. Þetta er eiginlega það sem er viðkvæmast af öllu í þessum þáttum. Það er svokölluð kynlífskönnun rúmtaks. Margrét Gretarsdóttir fór á stúfana og ræddi við fólk og það voru 6 manns valdir á hverjum stað. Húsvíkingar, já, við skulum aðeins hafa skýring á því að það var spurt það til þess að viðhalda stofnunum getum við orðaða hversu oft þarf þá fólk að njóta ásta. Húsavík, 3,3 sinnum. Það er ágætt. Ísafjörður, 4,5 sinnum. Það var einu manni að þakka sem var komin af fullorðinsár, hann sagði 5 til 8 sinnum í viku. Egilsstaðir, 2,8 sinnum, það þykir okkur verulega döft. Við skulum líta á það hvernig ykkur gengur hér á þessum stað. Varðandi fólksfækkunina sem að menn eru að hafa miklar áhyggjur af, telur þú að það gæti sporna við vandanum ef að fólk nyti oftar ásta en það gerir nú? Frekar í dreifbíl en þéttbíl, held ég. Hver er hvernig þú að gera það frá gönnum? Rúmtak? Já. Hvaða fyrirtæki er það? Það er fyrirtæki í Kópavoginum, sérhæfir sér ráðgjöf og könnunum. Mjög merkilegt fyrirtæki. Já, ég vinn hjá því. Já, það já. Við finnst það nú bara, gera það stórmerkilegt. Já. Ég sé nú svo sem ekki að þetta breytir neinu sko í afkomu fólks vegna þess að það náttúrulega lífur ekki á þessu. Og ef þú ættir að giska á hvað myndir þú telja að fólk eins og til að mynda hér á Hvammstanga og nágrannasveitum nyti oft ásta í viku hverri?
Það er náttúrulega aldrei hittur Já, svona barneignað aldrei svona. Já, það er svona fjónum. Svona fjónum. Það oft í viku, meinar? Já. Þið er ekki að tala ykkur sjálfar, bara svona... Nei. Tvisvar? Við minnum við viku. Tvisvar í viku. Tvisvar. Mér finnst þetta erfiðar spurningar. Já, þetta er svolítið viðkvæmur og erfiðar spurningar en hérna þær eru ekki, eins og ég segi, þetta á ekki að vera persónulegt. Nei. Ég veit ekki. 5 sinnum? Nei. Þrisvar? Frekar. Já. Tvisvar? Tvisvar ágætt. Tvisvar? Tvisvar kannski? Það er sjálfsagt þetta ímyndu sem þrisvar til 5 sinnum sko. Þetta er bara náttúrulega aldeilis blint í sjóinn rent. Já. Og þeir eru að þróa sig áfram með eins konar ástardropa, svona einhvern unaðsendalið. Og hérna, við vilja fá svona viðbrögð fólks hvort þetta virki svona á þann veg sem þeir leggja upp með. Og hérna... Eigum þú að taka þetta bæði? Já, þetta er fyrir ykkur bæði. Þetta er sexual hormónus, þetta er alveg hérna, þetta er ekki skínandi nafn. Hann var opaslega fjörur og ég opaslega reynd. Þá fyrir hann bara næsta hús, ekki? Nei, þá drekkur þú bara með það, tekur þú dropan á honum. Það getur alltaf verið að fara bara næsta hús. Já, nei, hann er ekki þannig, en þá bara myndi ég taka það af honum og drekka þá sjálf. Já. Og klára þá. Þetta er í viku. Tveir dropar að kvöldi. Þetta er alveg lyktalist, þú getur fundið það er ekki... Já, ef ég fæ bónfans að taka það. Já, hvernig virka þeir? Hvernig virka þeir? Þeir virka þannig að þú bara tekur inn á kvöldun og gefur frúnni líka. Já. Og svo eigir bara alveg eldheita nótt saman. Nú, það er svoleiðis, já. Það er að gleymist þá með verjurnar, eða? Það er bara það sem við erum verið að gera. Já, þannig fór það. Eruð þið sátt við þetta? Nei, það er nefnilega það. Þá bara hefur vitlaust fólk verið spurt. Já, það er líklegt. Þið lenduð í 3. sæti. Það af fjórum sem að búnir að fara í þessa könnun. Þannig að þið eru heldur neðarlega. Það þarf að gefa ykkur mikið af þessum ástarvökvæðum. En þau eru hérna hjá mér ennþá, Sigríður Gróa, Þóraeinsdóttir og Karl Sigurgeirsson. Við ætlum að spjalla saman frekar. Við langar aðeins í framhaldi af þessari könnun að benda á að það er náttúrulega ekki þarna spurningum magn og gæði sko. Vestfirðingar voru mjög ofarlega en þar er mesta fólksfjölgunin. Við höldum okkur nokkurn veginn. Það er spurningin í gæðin. Það er spurningin í gæðin. En þetta var kannski spurt á Hvammstanga, þannig að það er kannski öðruvísi hérna í sveitinni. Ég hugsa að það hefði meiri tíma í sveitinni sko. En lítum á söguna og héraðið. Sigríður. Já, þetta er mjög mikið sögu hérað, Vestur-Húnavatnssýsla. Grettissaga gerist nú meðal annars að mestum hluta hér sem er líklega frægasta sagan. Ert þú ekki frændi aðeins? Jú, nokkurn veginn. Það er langsóttur reyndar. En þú ert fæddur á Bjargi. Já. Og hérna, Austfirðingar voru að grafa þarna upp einhvern fornmann sem viti ekkert hver var. En ég geti farið með þau og grafið upp hausinn á Gretti. Já, þú gæti það? Já, hann er undir ákveðnu steini í túninu. En segðu mér meira af sögunni og tengslum við ferðamennskuna. Já, það eru náttúrulega mikil tengsl við söguna. Það eru margir sögulegi staðir hérna. Nú ef við fyrir aðeins nær í tíman í sögunni þá getum við nefnt Illugastaði sem er mjög þekktur sögustaður fyrir svokallaða Illugastaðamorð sem leiddi síðustu aftökunar í Íslandi. Og það er mjög fallegur staður í dag þannig að það er mjög vert að koma og en þá eru til minnir á rústum að smiðju Natans og steðjinn hans og þar býr Auðbjörg Magnús Guðmundsdóttir sem er alveg yndisleg kona og að mjög merkilegt við hana hún er af ætt bæði Natans og Friðriks sem sagt bæði þess sem var myrtur og þess sem var tekinni lífi fyrir að miða. Já.
Er fólk hér á staðnum það meðvitað þetta? Já, það er mjög meðvitað þessa sögu og það er mikil samúð með öllum sem áttu hlut að máli. Við erum að tala Bjarg, þar sem þú ert fæddur Karl, við erum að tala Illugastaði, þar sem þessir atburðir gerðust. Fólk sem kemur, ferðamenn sem koma, vilja þeir koma og sjá þessa staði? Þeir vilja það, þeir gera það, já. Smiðja Natans á einhverjum sérstökum staði, ég hef aldrei komið þar. Nei, smiðja Natans mjög sérstökum stað vegna þess að Natan var mjög lífrættur maður sem hann kannski ekki undarlegt með hvernig hann endaði ævi sína. Þannig að smiðja hans úti í skeri sem flæðir að, það bara hægt að komast gangandi og þurrum fótum á vissum tíma. Þannig að hann gat alltaf fylgst með hvort einhver væri það gat enginn komið aftan að honum. Ef þú komst að sjó, þá heyrði hann í árunum, ef þú komst að landi, þá heyrði hann að gösla í sjónum vaðandi yfir. Já, nóg þetta. Nú ætlum við að bregða okkur í annað og það legasaga sem að þeir, eins og ég var að tala sem að Húnvetningar eru alveg frægir fyrir. Það eru legasögur. Við skulum sjá hvernig útfæra sína legasögur hér í þættinum. Vertu ekki að þessu príli, maður. Þú getur dottið og meitt þig. Hvað þetta, kona? Það kemur aldrei neitt fyrir mig. Kemur aldrei neitt fyrir þig. Ertu búin að gleyma því þegar þú ókst jeppanum yfir þig? Ég skil nú ekki hvernig það var hægt. Það var nú lítill vandi. Ég glemdi að taka hann úr gír því ég fór út til að moka hann úr skaflinum. Svo losnaði bara allt í einu og þá ók hann yfir mig. Ekki verða nú betra þegar þú varst að paufast ofan í skurði og skjóta gæsir og hlammaður að gráa heimalingin. Allt nú hægt að tína til. Ég búin að gleyma hvað ég gerði þessu bréfi sem ég var að skrifa. Það nú ekki það fyrsta sem þú gleymir. Manstu þegar þú tókst feil á mér á varadekkinu? Þegar þarna verkstæðinu skellti þig í hliðina á þér í framsætinu. Og þú örugglega að kjafta við alla leiðina heim. Og meðan ég var í reiðileysu út á Hvammstanga. Mikið skildir ekki fara með það með þér upp í rúm. Já, ég verð að viðurkenna mér fannst þú ansið þögul þá, elskan. Ég alveg búin að gleyma hvað ég gerði þessu bréfi. Nú, þú hefur ekki beðið einhvern fyrir það. Ætlaðu að ekki beðið hann Einar eins og þegar þú baðst hann Einar að senda fyrir þig jólakortin og lést hann svo hafa vínabrauðin sem hann var nýbúinn að kaupa. Allir geta nú tekið feil. Þetta var nú í svo líkum umbúðum. Ekki skil ég hvað ég bréfi. Nú hefur þið dótt mitt þig. Þessi fótbroti. Hringt á lækningu. Já. Ég var búinn að segja að vera ekki að þessu prílema. Þú myndi meiða þig. Halló. Halló, er þetta læknirinn? Jú, það er hann. Komdu sæll. Komdu blessuð. Maðurinn minn var að detta niður á stóla og heldur hann sé fótbrotinn. Það er nú það. Heldur hann komist í símann? Bíddu, ég skal gá. Kemst í símann. Læknirinn vill tala við þig. Ég verð ekki að reyna það. Halló, er það blessaður doktorinn? Jú, blessaður. Blessaður. Segðu mér, hvað löppina þetta? Já, svo vinstri er nú verri. Finnur þú mikið til? Já, þetta er skolli sárt. Þó ekki sárt og þegar strákurinn kerði traktorinn upp löppin á mér. Hvað segirðu? Og kann dráttarvélinu fótinn á þér? Já, alveg upp að hné. Þá var ég nú dottinn á bakið. Það hefur nú verið sárt. Já, en þá sárar það þegar hann bakkaði tilbaka. Og sárast þegar þetta ekki small út á skaflunum. Því trúi ég, en nú verðum við að athuga hvort þú ert fótbrotinn. Getur þú sungið fyrir mig í símann, til dæmis hann gamla Nóa? Nú ætli ég verð ekki að reyna það. Löppin á mér, löskuð er nú víst. Geturðu ekki góði, glöggva þig á hljóði. Bati góður, bráðum þér nú hlýst. Þetta var nú ljómandi gott hjá þér. Þú ert örugglega ekki brotinn. En beinin, þau hafa líklega bognað. Þú mátt hafa samband við á morgun. Ef þú lagast ekki, já, verður þú blessaður. Blessaður og þakka þér fyrir. Hann heldur að ég sé ekki brotinn. Beinin hafi bara bognað aðeins. Að hverju var ég nú aftur að leita, góða? Já, hér bognabein, þau brotna ekki.
En við erum að tala náttúruperlur og þá náttúrulega dettur mér í hug þetta borgarvirki. Ég verð að viðurkenna, ég hef ekki komið þangað. Það nú sem gestur náttúrulega að drífa því. Já, það eru 7 kílómetrar upp yfir að veginum. Já, þeir eru ekki ypsilega langir stundum. Segðu mér af borgarvirki. Borgarvirki, það mjög merkilegu stað, líklega einar af merkustu sögustöðum og söguminjum okkar Íslendinga. En það það talið frá söguöld. Nú, fyrir utan að vera svona merkilega sögulega þá hef ég heyrt að miðlar telja að það hafa mjög jákvæða strauma í borgarvirki, svona eins og það hafi jafnvel lækningamátt. Nú svo einnig mjög fallet útsýni frá borgarvirki, út og yfir Vesturhópið, út á Vatnsnes og út á Skaga og inn í Víðidal og Vatnsdal. Og það búið að setja upp útsýnisskífu á borgarvirki, þannig að fólk geti betur átta sig á því hvað það að skoða. Í landslæðinu lítilsvirði að það heitir ekki neitt, segir einhvers staðar. Já, en fólk telur það eftir sér samt þegar þeir á ferðinni hér í gegn að fara þessa 7 kílómetra. Það stendur þarna á fallegu skilti borgarvirki 7 kílómetrar. Það fer ekki. Nei, við þurfum líklega að setja hraðahindrun hann og það alveg rétt sér. Svona í læginu eins og borgarvirki, það myndi stoppa borgar. Það víðar sem eru 5 til 7 kílómetra. Nýr á Hvammstanga, það ekki nema stubbur þangað, fólk heldur ekki þangað. Nema að þú standir þá og stoppir. Já, það reynda að fara þau auka, skal ég segja, gestur minn. Þetta nú ekki alveg svona slæmt. Nei, þú hefur haft nóg að gera og þú hefur þá staðið í vinnun, meina ég. Ég ætla að vona það. Já. En við skulum fara þessa 7 kílómetra. Við skulum fara upp í borgarvirki, fara þar með blönduðum kór. Mér skilst að það hafi verið safnað saman, öllu söngelsku fólki í sveitinni. Það búa hérna 1400 og það eru 1385 sem að syngja. Ég veit ekki hversu margir fóru með, en stjórnandi í þessari ferð til þess að syngja var Helgi S. Ólafsson og það var náttúrulega að syngja vísur Vatnsendarósu, hvað annað. Skreppum upp í borgarvirki. Þarna var nokkurs konar samkór þeirra vesturhúnvettinga að syngja upp í borgarvirki þessa fallegu vísur Vatnsendarósu. Þetta var tekið í fallegu ljúfu veðri í sumar, en til að það náttúrulega valdi ekki miskilingi þá eru þessi þættir ekki teknir í sumar. Við erum að taka á núna, en þetta var tekið í sumar. Smá skýring. En við skulum halda áfram með umræðin ferðamálin, Sigríður Gróa. Við skulum fara til Hvammstanga, þar sem að þið hafi aðstöðu bæði tvö. Hvað bjóðið þið ferðamennu upp á Hvammstanga? Hvammstangi mjög skemmtilegu lítilbar sem hefur upp á margt að bjóða. Það til dæmis tjaldstæði mjög fallegu umhverfi og úrvalssundlaug. Nú, margir sérstaklega útlendingarnir hafa gaman að skoða Kríuvarpið niður í bænum. Kríuvarpið í bænum? Já, það sér lóð fyrir Kríuvarpið. Er það bara niður í kaupfélagi einhvers staðar eða? Já, niður við Rækjuvinnsluna reynda að freka þeim fyrst að betra, sko. Það bara svona nálægt? Já, það í hjarta bæjarins, má vilja segja. Lóða besta stað. Nú, svo átti Hvammstangi 100 ára verslunarafmæli í sumar og upp á það var haldið með pomp og prakt og í tilefni afmælisins var sett upp verslunarminjasýning sem þótti sérstök og mjög skemmtileg. En þetta var allt gert í tengslu við Bjarta Nætur sem að Karl getur nú kannski líka sagt aðeins frá því hann nú búin að vera framkvæmdastjóri bæði ári eins og Bjarta Nætur hafi verið.
bjartanætur, við erum að vísa í dökkum eða svörtum nóttum hér núna, en hvernig eru þær bjartar á Hvammstanga? Já, þær eru ekki bara bjartar á Hvammstanga, það er í öllu sýslunni, þetta er héraðshátíð og við erum búin að vera með þetta 2 sumur og reynum að blanda saman skemmtun og héraðskynningu og menningu. Já, það er allavega held ég búið ákveða að það verði næsta sumar og þá verður kannski aðalega áherslan lagður á Laugarbakka, það eru 50 ára afmæli byggðar á Laugarbakka, Þorpsins þarna við Löngufit, þar sem að Grettir Ásmundsson tók þátt í hestaati í gamla daga. Þeir hljóta að rifja upp einhverja skemmtilega stundir. Já, en ein spurning ferðamálin sem stór, eins og ég var að tala við þig upphafi. Draumurinn í ferðamálunum. Hvað myndir þú, Sigríður Gróa, helst vilja að gera? Hvað langar þig að gera? Mér langar náttúrulega til að þetta hér að verði staðst og best og vinsælist í ferðaþjónustu. Já. Og það er náttúrulega mjög hóvar draumur. Þetta er lítill draumur, eins og almennilegur draumur. Já, það er í sjálfu sér að hafa fjármagn til að gera það alla þá hluti sem maður langar til að gera, leggja almennilega göngustíga út allt og gera göngukort og gera sem sagt svæðið eins aðgengilegt og aðlaðandi eins og það getur orðið. Það er náttúrulega aðgengilegt og aðlaðandi í dag en til að gera það ennþá aðgengilegur og aðlaðandi. Þannig að þið hafi í rauninni mörg verkefni í framtíðinni. Vissulega. Lítum á eitt atriði hér, það er eitt af keppnisatriðum eða viðurkenningaratriðum í þessum þáttum, það er hagyrðingur og við skulum fá hagyrðing. Það er Aðalbjörn Benediktsson sem ætlar að fara með ferskeytlur og ljóð fyrir okkur. Í tilefni kynlífskönnunar þeytings í einum ýmsu hérðum var eftirfarandi til. Austfirðingar elta hrein eða rækta í skógi grein, aðrar listir iðka þó einu sinni í viku er nóg. Hálnað verk þá hafið er hjá Húsvíkingum, aðra hverja nótt í næði nýta vilja lífsins gæði. Þeytingnum ég þakkað get þátt í vetrarhúminu, Ísfirðingar eiga met athafna í rúminu. Af húnversku fólki við fréttum, fræknu í leitum og réttum, nú er sestur að vetur og senn skal gert betur að fjölga í flestöllum stéttum. Aðalbjörn Benediktsson, hagyrðingur þessarar sýslu, Vestur Húnavatnssýslu. En það er komið að atriði sem er tengdara heldur en margt annað. Það er að segja að hér koma feðgin. Hér sjáum við á bak við okkur Marino Björnsson, Kolbrúnu Sif Marinósdóttur og Sonju Karinu Marinósdóttur. Þetta eru sem sagt dætur hans. Svo kemur Skúli Einarsson og hann hefur Laufeyju Kristínu Skúladóttur, dóttur sína með sér. Þau ætla að syngja lag sem heitir Bjartanætur, Karl. Já, sömdu það sérstaklega fyrir þetta. Já, Marino Björnsson, hann samdi þetta, textin er eftir Jóhannu Halldórsdóttur. Og við skulum heyra þau syngja þetta lag þessa björtu nætur sem að heillar húnvetninga af þessu vestursvæði og þá sem að koma sem gestir. Vilt ekki með mér Jónsmessu
ekki veit ég hvað þessi hljómsveit eða þessi söngkópur heitir. Þetta voru bara fallegar ungar stúlkur í litskrúðum peysum, enda býr þetta fólk vítt og breitt sýsluna, hittist og æfir og syngur og skemmtir okkur. Þið ættu aldeilis ekki að vera í vandræði með að halda söngskemmtanir fyrir, gesti og gangandi. Við erum alltaf að þessu. Alltaf að þessu? Já. Notið þetta á björtum nóttum? Já, sumt að þessu. Og þetta lag var sérstaklega frumflutt í hittifyrra. Einmitt, Bjarta nætur. Bjarta nætur. Sigríður Gróa, Þórainsdóttir og Karl Sigurgeirsson, ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa verið hérna með okkur í kvöld. Það er reglulega gaman að fræðast þetta svæði sem að fer alltaf í gegnum á löglegu hraða. Ekki næstur að kemur. Ekki næstur að kem, alltaf að stoppa mig. Takk fyrir. Jæja, þá er þessu bara að ljúka. Við mættumst hér á miðri leið í Hrútafirði. Magnús, það er lengra fyrir mig að fara næst. Já, örlítið lengra, gestur, því að við ætlum næst að vera í Borgarfirðinum. Já. Í Borgarnesi. Já. Og þú þarft að fara yfir heiðina þá í það skipti. Já. Og við býðum eftir þér þar. Ég segi já við öllu. Tökum bara þess á móti. Já. En svona í lokin þá ætla ég aðeins að innbráða því að við höfum gróðursett tré hér, eins og venjulega. Fengum falleg tré frá Skógrækt ríkisins og þeir gáðu okkur þessi tré og þau voru gróðursett í sumar, víða. Tréð hér á þessu svæði var gróðursett á Hvammstanga. Við lækinn eða ána eða hvað það heitir hún ekki Hvammsá, ég held að það sé rétt. Og þið passið það fyrir okkur. Þetta var örlítið þakklætisvottur bara fyrir þessar frábæru móttökur sem við höfum fengið hér á svæðinu. En við bjóðum góða nótt. Takk fyrir. Má bjóða ykkur meira? Skúli og Marín og alltaf jafnflottir. Ég veit það ekki. Hvað? Akkur borðar engi kökuna? Vegna þess að hún er ógeðsleg. Ógeðsleg? Ingibjörg, ég finn nú bara bráðum að taka við í eldhúsinu, sko. Heyrðu Daví, já, hvernig væri það? Nei, ég var bara að grínast látt ekki svona. Og veitir saltfisk innan í ánni? Það veiði ekki saltfisk í ám, fýblið. Ekki vissi ég að það er svona fallega dætur. Ég sé þær, einu í MH með honum Eika nr. 17. Hann er ofsalega skotin í henni. Hvað er hann að gera í MH? Hvað, er ekki menntaskóla þetta fyrir norðan? Hvað var þið menntaskólinn á Reykjum? Það er héraðsskóli, mamma. Já, það var. Það eru skólabúðar þarna núna. Manstu ekki, ég var hann í fyrra. Já. Einanlegra hárgræslusalan við. Það var hún sem klippti mig. Já, heyrðu mamma, ég ætla að vera í klippingu. Nú. Já. Heyrðu, við skellum okkur bara næsta sumar hérna norður. Við getum komið við á leiðin til Húsavíkur? Við vorum hætt við að flytja til Húsavíkur, manstu það ekki? Svo kæmumst við heldur aldrei alla leiða því að löggan í Húnavatnssýslunni er alltaf að taka einhverja. Kæmumst allavega ekki, pabbi myndi keyra. Kannski flytja ég bara Hvammstanga í staðinn. Eða bara til Ítalíu, ha? Ítalskir kallmenn eru svona... Ítalskir kallmenn, Ingibjörg, eru bara stálheppnir að hafa ekki tekið þátt í kynlífskönnun Rúmtaks. Nú? Já, það væri nú ekki upp á þeim tippið
Eftir að við Vestfirðingar upplýstum vikuskammtinn, Ingibjörg, 4,5. Það sko ekkert annað 4,5, Ingibjörg.